leið og ég afar þakklát fyrir að fá að koma hérna aftur á fund og hitta sum ykkar í annað skipti. Þá á ég líka orðið mjög erfitt með að ræða ástandið eins og það í dag á þess að fyllast reiði. Reiði yfir ráðaleysi ráðamanna sem virðast vera fastir í vinnubrögðum og hagsmunatengslum gamla Íslands, þess sem kom okkur í þessar hremmingar. Ég ætla þó að reyna að tala núna á eftir út frá sérfræðiþekkingu minni, þó innst inni langi mig bara fyrst og fremst til að hrópa nýtt Ísland, nýtt Ísland. Að þetta séu mennirnir sem að veðsettu spariféð okkar, fasteignirnar okkar og atvinnuna okkar og að þeim sé falið að úthluta eða taka ákvarðanir hvernig fjármagni þessa lands verður útdeilt milli fyrirtækja og einstaklinga, fjármagn sem að engan veginn mun duga til að halda öllum fyrirtækjum og öllum heimilum gangandi. Viðvarandi skortur á peningum mun verða á næstu misserum sem þýðir þó það að verðbólgan mun hjaðna og jafnvel hverfa ef okkur tekst að stoppa gengisfall krónunnar. En ákvarðanir skiptingu takmarkaðs fjármagns og atvinnutækifæra á næstu misserum verður að taka á faglegum forsendum og út frá áætlun uppbyggingu hagkerfisins, en ekki út frá valdatengslum manna og hópa. Það verður að forgangsraða fjármagninu í vinnuaflsfreka þekkingarframleiðslu og velferðarþjónustu. Stóriðja er ekki valkostur, því hún er einfaldlega allt á fjármagnsfreka. Eina leiðin til að draga úr sársauknum af hörmungunum sem núna dynja yfir okkur er að læra af mistökum og reynslu annarra þjóða eða landa sem hafa farið í gegnum fjármálakreppu. Og ég nefni sem dæmi Finnland, Suður-Kórea og Argentína. Rannsóknir á því sem gerðist í þessum löndum þær sýna mikla eignatilfærslu frá þeim sem verða gjaldþrota og neyðast til að selja eignir á brunaútsölu til þeirra sem eiga reiðufé eins og íslenskir auðmenn sem rökuðu að sér fé á undanförnum árum. Í Finnlandi voru þetta erlendi fjárfestar sem að seldu Finnum að lokinni kreppunni fyrirtækin á háu verði. Hér á landi virðast auðmennirnir verið í samstarfi við erlenda félaga sína í kaupum á gjaldþrota fyrirtækjum. Ein afleiðing eignatilfærslunnar í Finnlandi og Argentínu var mikil fátækt. Fólkið sem átti minnst gat alls ekki tekið á sig kjaraskerðinguna sem varð eftir gengisfall gjaldmiðilsins. Þetta voru þeir sem stóðu veikast, einstæðir foreldrar og einstæðingar. Í Finnlandi og Argentínu breikkaði jafnvel stöðugt bilið milli þeirra fátæku og karla og kvenna. Seðlabanki Íslands spáir 25% kaupmáttarrýrnun á þessu og næsta ári og að atvinnuleysi fari upp í 10%. Fólkið með undir 200.000 krónum á mánuði getur ekki tekið á sig 25% kaupmáttarrýrnun. Það þurfa einhverjir aðrir hér á landi að taka á sig meiri skerðingu. Aukið félagslegt óréttlæti mun kynda enn frekar undir reiði almennings hér á landi, því margir munu missa allt sitt. Það sauð upp úr hjá almenningi í Indónesíu, Suður-Kóreu og Argentínu. Í Argentínu enduðu friðsamleg mótmæli kvenna í götuóeirðum. Því fólkið hafði engu að tapa. Það er nefnilega þannig að þegar mikil óvissa ríkir
sem stafar ekki síst af upplýsingaskorti, þá getur allt gerst. Í Argentínu kveikti fólk í bönkunum og lúxusbílunum. Hrun bankakerfisins og gengi krónunnar hefur dregið fram annars vegar alvarlega misbresti í hegðun auðmanna eins og til dæmis áhættusækni og skammtíma hugsun. Og hrun bankakerfisins hefur líka dregið fram markaðsbresti eins og fákeppni og samráð í skjóli krosseignartengsla í atvinnulífinu. Það voru bara örfáir einstaklingar sem stýrðu bankakerfinu okkar í þrot. Rannsóknir sýna að hagkerfum sem einkennast af fákeppni hættara við fjármálakreppum sem eru orðnar tíðari og dýrari. Það munu kosta okkur að þessi bankakreppa og gjaldeyriskreppa munu kosta okkur að minnstakosti 10% af vergri landsframleiðslu. Dreifa þarf eignarhaldi fyrirtækjanna í landinu til að koma í veg fyrir aðra bankakreppu í framtíðinni. Lán til starfsfólks þó að geti yfirtekið rekstur fyrirtækjanna hefur reynst meira atvinnuskapandi en að láta einn aðila eins og Jón Ásgeir kaupa upp fyrirtæki og sameina þau öðrum. Í Argentínu beið starfsfólk ekki eftir lánum, heldur tók það fyrirtækin einfaldlega yfir. Kynjakvóti og dreift eignarhald tryggir betur að konur, jafnt sem karlar, hafi áhrif á það hvernig auðlindir landsins verða nýttar og hvernig fyrirtækjum verður stjórnað. Ég vil að lokum nefna 7 lausnir á efnahagsvanda okkar sem sérfræðingar í fjármálakreppum mæla með. Í fyrsta lagi, vaxtalækkun til að gera heimilum og fyrirtækjum kleift að ráða við skuldsetninguna. Skattur á útstreymi fjármagns yfir 10 milljónir til að styrkja gengi krónunnar. Viðvarandi halli á ríkissjóði til að takast á við atvinnuleysi og auki félagslegt misrétti. Lánalenging fyrir heimilin til að koma í veg fyrir gjaldþrot og landflótta. Sem miðar að því að tryggja efnahagslega velferð í gegnum atvinnuskapandi aðgerðir. Greiðara eignarhald fyrirtækja til að tryggja langtíma stöðugleika og atvinnu.